Guðrúnarlaug staðsett að Laugum í Sælingsdal 20 kílómetra utan við Búðardal. Laugin talin vera svo elsta sem sögur fara af. Hún nefnd eftir Guðrúnu Ósvífursdóttur sem sögðir hafa dvalið þar löngum stundum samkvæmt Laxdælu. Laugin kemur líka fyrir í Sturlungu og því óhætt að segja og hún hefði verið ansi vinsæl hér á árum áður og sé það í rauninni enn. Guðrúnarlaug, hún endurbyggð núna ekkert fyrir svo löngu síðan. Hver sagan á bakvið allt saman? Jú, hún endurbyggð 2009 og í raun og veru sagan löng því að það talaði hana bæði í Sturlungu og Laxdælu og það virðist sem að hún hafi verið notuð bara svona almennt til baða í mörg hundruð ár en síðan féll skriða á hana á 19. öldinni og eftir það að þá var þá sem sagt var hún ekki notuð, það var grafin einhver hola og notuð svona í hallari en þótt ekki eins góð eins og þessi gamla upphlaðna laug sem hafði verið gerð þarna á tímum Auðar djúpúðgu. En síðan hún endurbyggð þarna 2009, hún reyndar í næsta gili við þar sem hún var upprunalega. Þannig að allar fornminjarnar ennþá til, bara óuppgrafnar. Já, Guðrúnarlaug, hinn fyrsta þá undir skriðunni þar í næsta gili. Já, það passar og það hefur verið aðeins rannsakað en ekki grafið upp. Og þetta var sem sagt, hún var opnuð þarna, við fengum hann Guðjón Kristinsson, hleðslumeistara til þess að vinna hana með okkur. Og síðan hún bara, það bara vatn í henni og hún opin. Við laugina svokallað brigðunarhús sem torfhýsi sem byggt náttúrulega í alveg sama stíl, sem sagt, landnámsstíl og þar getur fólk farið að skipta föt á þess að það sé til sýnis fyrir alþjóð því að Guðrúnarlaug náttúrulega svolítið svona opin fyrir umhverfinu. Blygðunarhús, var þetta orðið notað hérna áður fyrr? Já, mér skilst það. Já. Til að hylja nekt sína þegar þú veist að fara onni eitthvað staðar. Ég held að víkingarnir hefði ekkert verið neina tebrur og bara dæmt sér onni í þetta allsbyrðir. Já, það getur svo sem vel verið, sko. En kannski þetta bara svona seinni tíma tebra sem að sjá okkur. En hún mikið notuð, þessi laug. Það bara vatn í henni allt árið. Það kannski stundum aðeins og kalt á veturna en hún mikið notuð og ferðamenn að koma tölsvert og fara í þessa laug. Meðal annars fékk ég í sumar gesti sem voru með tvennt á dagskránni á þessu svæði. Það var sko að fara í Guðrúnarlaug og fara út á Látrabjörg. Það var sem sagt, þetta var svona metið jöfnu sko. Laugin sjálf, hún öllum opin. Hún það. Er það endurgjaldslaust eða? Já, og í sjálfu sér, sko, hún bara eins og aðra náttúrulaugar. Þú fer bara á þínum eigin forsendum og þína eigin ábyrgð. Where are you from? Canada. And why are you here? We're here because we saw photos of the nature and the scenery and the waterfalls, and we came just to go on hikes and look at the waterfalls and do all that ourselves. And how come you end up in Guðrúnarlaug in Dalasýsla? We were driving in the area and we wanted to find a nature bath, a hot pot. So we found this one on a map and drove here. Do you often go take natural bath in Canada? No, never. Well, we went in Banff. There's a hot springs, Right. but it's nothing like this. It looks more like a swimming pool. Yeah, it's just a warm swimming pool. Do you know the story behind this pool? We read it on the way the in. little plaque. The most beautiful woman in Iceland met a man here who told her fortune of her 4 husbands. And how do you like Guðrúnarlaug? We saw some Icelandic kids here when we first got here, and it was cool to just see like Locals? natural Iceland, like locals instead of tourists, because everywhere we've gone, there's been tourists everywhere. So we got to see an area that isn't swarmed with tourists, so that was quite nice. And it's nice and warm too.